Já, ekki bara föstudagur, heldur föstudagurinn 3. mars. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti. Beint á móti mér sitja einn harður og einn mjúkur. En við erum ekki að tala okkar regular mjúka, Steinda Junior. Hann heima með veiku barni. En við fengum einn, fróðandi góður? Fróðandi góður, já. Hann segir ekki hann aldrei betri, ég segi það sko. Ég þarf að finna på einhverju nýju. Já, hvað getur verið svolítið þitt? Já, ég bara ljúfur og léttur. Eins og alltaf. Mjög gott. Ljúfur og léttur. Já, mjög gott. Egil, þú ert í þínu sæti, eins og Bjark Löggir hlustendur heyra. Já. Hvernig hefur þú það? Líklega bara ekki verið betri því. Nei. Sun is shining. Þið eru með risastóra kukki hérna fyrir framan ykkur. Hvor er ekki að keypta hana? Við erum bara með kukki hérna fyrir aðeins. Bara saman? Hann keypti þetta hann Gils. Ég að éta þetta. Já. Er hann að taka svona trikki að leika sér að því að stríða þér? Stendur þú fyrir framan og aðtuga hvort þú borðir það? Þetta svolítið þannig. Hann í fínu standi og alveg, ég hef oft séð hann feitari. Sveppir enda hét því á loka degi í Asíu að þegar hann kemur heim og þá myndi koma nýr sveppur. Nýr lífstíl. Já. Er það byrjað? Er það hefnast þér? Já, nei. Nei? Nei. Hvað átt áttur að vera í nýja lífstílnum hjá þér? Út með allt brennivín. Ef það hefnast þetta þú komst heim? Já, svona. Já, einhverstaðar heyrði ég það að þú hefði sofið í Andri og hóteli á laugardegi. Já, það var ekki brennivín að kenna. Nei, það var þetta snjónum. Já, móðir náttúra. Þú fokkar ekki til móðir náttúru, sko. Nei, hún er grimm ef hún er ekki stöðu, sko. Það var skellur, getur sagt. En núna er að byrja nýja lífstílinu, ekki? Já. Það verður góð helgi og... Já. Nú er það bara kósi kvöld í kvöld og rólegheit. Það er ekkert nýr lífstíl hjá þér, Egil? Hann er alltaf eins? Nei, þetta er bara same shit. Já. Þessa dagana. Akkurat. Þannig að janúar, febrúar, mars, það er ekkert nýtt að gerast. Nei, þetta er svolítið, núna þegar mars er búinn, þá byrja lífið pínu. Og það er svona janúar, febrúar, mars, bara ljótt að segja, ef maður býr á Íslandi, þá er þetta bara spurningum að þrauka. Hang in there. Já, bara klára þessa 3 mánuði. Það er nú samt fyrir að byrta ansi mikið til, sko. Reyndar. Það er fyrir að byrta til. Það er alveg snjórinn lýsir upp. Drullu gott veður núna, það er sól og já, mig sammála því. Þetta er bara... Maður er syngjandi hammingi núna. Já. Við erum með rosalegan þáttandi ykkur, kæru hlustendur. Við ætlum að fá Svölu Björkvins í heimsókn. Hún kemur hérna eftir í fyrsta sinn. Við ætlum að vera með myndur fyrir Kass. Sveppi, þú vilt hringi mömmu. Já. Tjekka henni. Ég verð til í það, langt sem ég heiti gömlu. Já, það er eitthvað sem við Sveppi gerum alltaf þegar við vorum saman með þáttinn. Hér stendur, ég skil þetta ekki eins. Þetta er vantilega spurningakeppni Gils. Já, rétt. Þú ert með hana. Já, það var veitla. Já, hvað má ég spyrja, hvað er þemað þetta? Sko, þetta er keppni sem ég tók daginn þegar þið voru í fríi. Og þetta er skemmtileg keppni að fá mushroom inn og ég edita það aðeins. Þetta sést King of being secure with your sexuality. Öruggur með kynhneigðina. Já, á góður íslensku. Með kynhneigði sína. Hver er meiri homofób? Hver er minni homofób? Það er ekkert að pæli því. Það er þú? Ég er miklu minni homofób. Ég er ekki minni homofób, ég er bara með snerti fanni. Ég get snert punkið það núna. Þeir gæti ekki verið meira sama. Já. Ég spáði að gera það. Ég er núna með höndina í klófinu. Þetta er frábært, svo erum við líka með... Hún gæti ekki hérna saman, ekki stað þetta. Gilda svo að drepa. Gemur eftir langa pásu. Það er svo fast stendur stuðlag. Já. Það er rólegur. Hörru, það var stuðlag síðan eftir hálfu ári. Já, það er góð ástæð. Þetta er okkar virtasti dagskóliður. Núna vil ég fá hann í gegn. Þetta er ekki okkar virtasti dagskóliður. Og veistu hvað, ég tók eftir, ég held að Gils, hann er að detta í rosalegt stuð núna og hann er eini maðurinn sem hefur farið hérna upp í mötunni til 365 og kemst sér 2 bjóra á skyr. Já. Ég hef aldrei sér neitt kaupa 2 bjóra á skyr. Hann kemst sér skyr og 2 gull. Já. Hann er að fara að rífa flippana við einum as we speak. Þú myndi gera slíkt í samansveppi að það væri ekki komið nýr lífstíl hjá þér? Já, ég myndi sleppa skyrinu. Alltaf, sko. En við erum með algjöra veislu, þetta er líka skemmtileg helgi. Svala kom, við ætlum að ræða við hana eins og Eurovision. Þú ert nú svona Eurovision sérfræðingurinn okkar, eða ekki? Jú, það er svolítið hannig. Á Svala góða möguleika að vinna þetta? Já, þetta verður þannig að í úrslitaþættunum sem er næsta helgi þá verður þetta 2 efstu lögin sem þjóðum kjósum verður sérstætt Svala og Aron Hannes, þessi 2 verður efstu 2. Já, þetta eru bestu lögin. Því miður fyrir aðra keppendur þá veist, ég er ekki nefnilega leiðilegur sko, þetta verður svona. Ég er bara að spyrja það sem sérfræðing. Það verður svona. Eina sem að mun breyta þessu, það sem er þarna milli, þetta mun kannski vera jafnt á stigum, en ég held að Svala heitir að vinna bara því að hún heitir Svala og hann heitir
Aron Hannes. Aron Hannes er aðstæðanlegt saman, sko. Aron Hannes. Hvað að því? Það svona eins og 2 fornefni eitthvað, sko. Aron Hannes. Finnst þetta make a sense þá hvað sikkur lægi en þú skellur saman ekki nógu sáttu við það? Já, það ekki nógu góð. Hann þyrfti að breyta nafninu sín í Johnny Frisco eða eitthvað. En Aron Hannes. Heldur hann sé ekki að vera að vinna Eurovision að því hann heitir Aron Hannes? Já, nafnið að skemma fyrir honum. Þetta svona svolítið eins og þetta Baldur skúli. En núna alltaf Valli Sport meðan, hann sér hann. Kannski Valli Sport að koma með eitthvað move eins og að bara breyta nafnið svo AH eða A-Hound þú veist þessu A-Hound Væri Valli Sport alveg líklega til þess nú þekkir þú hana því að hann var umbóðsmaður Já, núna heyrir hann þess að gaggrinni sem Mushroom var að koma með að veist þetta skrítið Aron Hannes og ég veit alveg að Valli Sport hann er mættilega núna að hann er sparki hluti på pipar hann er ekki ánægð þess að gaggrinni það er ekki lofaði því sko og við erum með gæja sem heitir Aron Kahn sem er geggjanafn svo kemur bara Aron Hannes hann var í talentinu og hann er snillingur alveg flottur og allt það já, en hvernig finnst þið nafnið Rihanna? Rihanna, það er ágætt langaði Rihanna, ég fíla þetta Geggjalega. Það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég ætla að byrja slúðrið á Paris Jackson sem er dóttir Michael Jackson hún er heldur betur búin að vaksa úr græsinu hún 18 ára gömul ég man bara eftir að hún var að gráta í jarðaförunars hún har ekki verið þá, 11 ára eitthvað? Nei, jú, 12 ára og hún er núna orðin módel og var að gera samning við módelskrifstofu og EMG módelskrifstofuna og bara er með risa Instagram reikning og það vil nú bara gefa Jackson það, þetta er sæstelpa en það voru nefndar einhverja sögur það að þetta væri ekki alvöru dóttir hans hún gæti samt bara að vera að Benidorm núna og gera ekki shit okkur ætti hún að vera að Beni út af hún á það mikið að cash og pappennar er að dröllar peningum ennþá þó að sé ekki á lífi ég er búin að gleyma því hvað mikill fáið bara hún gæti verið á Benidorm svo það sé staður sem að maður myndu ekki frekað bara verið í LA eða eitthvað Miami bara allan á sig syng og það er ekki á neinar ágjör peningum og það er ekki þennan módelsamning það er refsing að vera á Benidorm hvað minnur þau? Að hanga þar Ok, maður spyrja þig, hefur þið farið til Benidorm? Já Hvenar? Ég er búin að fara 2 svar Ok, fyrst fór ég 90 eitthvað og svo 2007 Og það félagaferðir eða fjölskylduferðir? Ég var á Benidorm í 3 daga þegar ég var í Evrópska draumnum til dæmis Ok Þetta er hræðilegur staður En skemmtur þér vel? Þegar út með heiminn sem playground Ég skemmtur þér vel á Benidorm Var þetta skemmtileg ferð? Já, ég myndi alltaf Þetta er að sér að segja út að setja út af Benidorm þú er aldrei skemmt betur á æðir en akkord þarna Ég hef skemmt mig betur á NASA, sko Akkur er maður þá ekki bara þar Þó fáir fullt af pening frá hérna Já, ég veit að auðvitað kannski vill hún hafa eitthvað aðtunni ég segi bara svona, það er nóg til Hanga á Benidorm til að peninga, hvað er eitthvað rugglaður Sýnist það ein mynd á Instagram að tekja Benidorm Já, svo er það Tom Hanks hann var að gefa fréttamönnum kaffivél og það er enga smá kaffivél þetta var 200.000 króna kaffivél Gaf hann hvernig kaffivél? Fréttamönnum sem er að fjalla Donald Trump og störf hans í Hvíta húsinu og með kaffivélni fylgdi kveðja sem stóð haldi áfram að berjast fyrir sannleikanum og réttlætinu á amerískan hátt og hann er að sleikja upp blaðamenn með að gefa þeim kaffivél reyndar held ég held að Tom Hanks sé eitt svona almennlasti gaurinn í Hollywood hann virka þannig á mig svo algjör snillingur ef þú ert of næs og það er oft eitthvað skrítið í gangi hvað meinar þú? Ef þú ert of næs það er bara sikilega skemmtilegur og góður leikari ok, þannig að hann er ógeðslega kamma og góður að þá hvað er hann þá? Barnamorðingi? Nei, bara, veist ekki, kannski ekki barnamorðingi, gæti kannski verið, hann er með ofullkomin svona út af við og getur verið eitthvað kúkur í gangi. Já, kannski mestalagi að hann fari í nettasokkaböksur, skilur við, það er allt í lagi, hann má alveg verið í háhælum skóla heima þessum, sko, það er allt í lagi og hann sé kannski með biljartkúli í kjafturinn þannig í kjallara ef hann er bara með það út af fyrir sig, ef hann er ekki að fokka í heiminum með það. Ég held þetta sé bara algjör toppnáðingur. Alveg potið, sko. Ég spurði hann spurningu á kanninsinni. Já. Og hann svaraði henni.
Þetta er mjög góð leikari og ég er hrifinn á honum. Hann var góður í Surly, svo ég var að horfa á Captain Phillips sem ég hafði ekki séð daginn og mjög góður það líka. Ég held að séu ekki margir sem er illa við Tom Hanks. Við ekki orðað það þannig. Ég veit ekki að þetta er þessi hatar hann. Tom Hanks er svona eins og Jón Jónsson. Ef maður skrifa Google Tom Hanks is a piece of shit. Þú ætla bara að tjekka hvort það komið niðurstaða. Kom einhver niðurstaða? Það er lítið að niðurstaða. Já, nákvæmlega. Ég ætla að enda slúðrið á Khloe Kardashian Já, þú getur sagt Khloe Kardashian is a piece of shit og það er bara veldu síðu, við erum með milljónir niðurstöður Hún er hætt með körfuboltakappanum James Harden. Þau voru saman og James Harden er nú svo eitt þá allra besti í NBA í dag, nánast með 3 tennu í hverju leik, spila með Houston Rockets. Hún skeitar. Já, en hann vill meina að sambandi við hana hafi verið versta tímabil ævi hans og ástæðan fyrir að hann er að spila svona vel núna er að hann sleit þessu sambandi, að þau séu hætt saman og sko hann var ósáttur. Já, nú held ég ég hef nú hort alveg á þess að Kardashian þætti og mér finnst hún á svona skemmtilegu staðum, Khloe, svona kjaftur á henni og hress og eitthvað, en ég skil hann samt pína því að sjáu bara hvað hefur gerst hjá þessum kærustu þeirra, veist, eins og bara Lamar Odom, hann er bara í tómu rugli. Fór í heroin. Já, Kanye West náttúrulega alveg bara það er svo mikil athygli á þessari fjölskyldu, ég held þú bara bilist við þetta. Já, en ég minna, hann vissi það áður en hann fór að byrjaði með henni. Já. Hann var ekkert eitthvað bara svona, ertu í raunveruleika þetta? Já, ok, en spennandi. Veist, þetta er ekki fáviti. Bara það að segja já við hana þegar hún segi, viltu byrja með mér? Það segir manni það að hann er fáviti hvort þið er. Byrja? Hvað heldur að fólk sé bara hendi í það? Nei, ég bara segi svona, veist. Veist, hann fór í þetta? Já, hann vissi það alveg fyrirfram, það er alveg rétt við það. Vill að með að lífið þess að hafi verið algjörlega in the shitter þegar hann var með henni og nú er allt í toppstandi. Já, ekki líf hans heldur ferillin, hann hefur aldrei spilað betur eftir hann hætti. Hann spilaði ekki nógu vel þú voru í sambandi. Allt í lagi en ekki að vel á í dag. Hvað, var hann að banna honum að mæta á æfingar? Nei, bara öll þessi athygli og allt þetta rugg. Já, þetta er alltaf grillalið. Já. En þetta var slúðurbakki dagsins. Það var ákvæmdi þegar þetta. Já, það ekki. Ég var bara nokkuð státtur hann. Ég væri samt til í að láta einhverja svona raunveruleikastjörnu eyðileggja líf mitt. Nú, hvernig þá? Bara fá eitthvað fútt í lífið einhvern veginn, skilur. Skiptir einhver máli hvort það er jákvæmt eða neikvæmt. Bara láta einhvern eyðileggja líf mitt og komast í blöðin. Veistu það, ef þið langar til að eyðileggja lífið þitt og komast í blöðinsöppi, þá er það ekkert mál fyrir þið í Íslandi, sko. Já. Það er ekkert þessi, sko. Ég er með mikrofón og þjóðin er að hlusta. Ég get sagt alls konar drasl. Slepptu því hér, takk þetta bara þinn eigin ábyrgð, ekki draga mig með þér eitthvað. Það er lítið mál að fylla grænmetisskóta dagsins. Fáðu bara Green Mile og Joe and the Juice. Avokado, epli, lífræn sítróna, spergilkál og spínat. Joe and the Juice. Dominos, Viking og Landsbankinn kynna Mið Ísland að eilífu. Glænýtt uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum. Nýjar sýningar komnar í sölu á tix.is. Á háskóladaginn í Háskólanum í Reykjavík laugardaginn 4. mars getur þú komið í opinn tíma og prófað að vera í háskólanámi. Dagskráin er á hr.is. Við hlökkum til að sjá þig í HR á háskóladaginn. Væri þú ekki stoltur ef þú væri sá 4. besti í heimi? Þú getur orðið það í dag. Þú færð allt til að búa til 4. bestu pizzu í heimi í Krónunni, því shaken pizza fæst í Krónunni. Krakkar, hver er 4. bestur í heimi? Spenna og dramatík, vonarstjörnur og vellunaðir mistarar. Opið frá 10 til 21 alla daga vikunar. Bókamarkaðurinn Laugardalsvelli. Coca-Cola og Viking léttöl kynna. Skálrokk frá upphafi til enda. Protein Balls eru ljúffengar próteinríkar hrákúlur. Þær eru án viðbætt sykurs, glúteins og soja. Veldu þitt prótein og bragð. Þú finnur Protein Balls í öllum helstu matvöruverslunum. Glænýtt á Dirty Burger and Ribs. Pulled pork grísasamloka. Þú verður að smakka. Dirty Burger and Ribs. Hjá okkur skipta þægindin mestu máli. Skór fyrir dömur og herra. Misti, Laugavegi 178. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. You are the one girl.
Sheeran, þetta er bara minnum uppáhald, en þetta er ég samt, ég er sammálagur. Þetta er fullur rólegt. Litli rauðurinn með kassagítarinn. Ed Sheeran má sápa mig. Ég er ekki að vera dónalegur. Þá var hann að tala um að mig þvoðir. Og ég það sápu. Já, við sko. Það er ekki bara eitthvað sem að þarf að gera líka. Ég laka svo til að spila stöðlagið mitt í dag. Þegar ég var bara, það sem ég ger oft þegar að svara e-mailum og svona, að dúlega mér í vinnunni, það er með YouTube í gang, svona playlista og þá rúllar, það detti oft inn á okkar veislu og ég bara, wow. Þú veist að finna eitthvað rosalega stöðla. Já, ég svo bara, þetta er ég að fara að spila á föstudaginn. Damn the devil to hell. Og ég held nefnilega, sko, ég hlakka til að heyra hvernig þið félagin takkið inn. Ég er bara orðin spenntur, sko. Ég verði bara, mesta sem ég er til í að hlusta á núna er bara eitthvað underground þýst techno, beint í raskandi, sko. Finnst þér líklegt að þú er eftir að fíla lagið þessum? Nei, alls ekki, sko. Ed Sheeran var ekki að gera neitt. Eins og þetta er mikil snillingur. Jú, þetta er flott lag, þetta er bara aðeins og rólegt hérna á föstudaginn. Já, þetta er kannski lagið þegar ég er lokaður í kistu og Rikki G sem sér þessa stöð, á þessa stöð. Hvað er hann að gera með þetta playlist á föstudegi? Hvað sem mikið ertu með all lóðrætt niður þig? Hann er kannski að hlusta, þú getur bara að skila kveðju. Hvað er hann? Girtu þig, Donut Boy. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem að heitir Myndru fyrir peninga, Myndru fyrir cash. Yes. Og hann var búinn að vera í góðri pásun, við vorum með hann daginn og ég er búinn að henda hérna í 3 spurningar og fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinn þá spyr ég drengina hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir lista upp. Fyrsta sinn. Hver heldur að það er fyrsta sinn núna? Það er enginn að hlusta í fyrsta sinn, það er allir hlusta mikið. En eru þið tilbúinir drengir? Þú var að spyrja okkur Gilla? Já, ég er að spyrja okkur Gilla, það er svo nafn á gullfisk. Þetta er að kalla mig Gilla. Það er ekki? Skýtsama. Sjáðu, lagið er ennþá í gangi. Ed, ég tók að með headphone. Ég er ekki með headphone, en ég heyri það ekki, sem er good shit. En, já, við skulum bara slöka á því og fara í Myndru fyrir cash. Fyrsta spurning, drengir. Mynduð þið þiggja 500 milljónir en þið mættuð aldrei fara aftur á netið, internetið? Shit. Hvað segir, þannig að ég get ekki farið á Facebook náttúrulega? Nei, það fara einhver snilling til að átta sig á því að ég er bara að hugsa upp átt. Já, það flokkast undir internet. Og ekki símanum heldur. Blöð, þetta er það, þá getur mátt ekki fara á netið. Þú getur bara hvatt þetta líf ef þú ætlar ekki að vera á netinu. Það er allt, sko, kaffikannaðin heima er nettengt, sko. Nei. Bíllinn er nettengtur, þetta er sko, eftir 2-3 ár og þú ert ekki tengtur við netið, þá getur þú bara sænað út, sko. Þannig að þú ætlar ekki að þiggja 500 milljónir. Og hvernig það geta, þú veist, ég get ekki sko Twitter, ég get ekki verið á Facebook, ég get ekki sendt mail. Getur ekki montað á netinu og eigið svo mikið pening. Get ekki sendt mail, blöð. Nei. Getur ekki sendt tölvupóst, en þú getur sendt post. Þannig að ég þók ég með 500 kúlur, ég get ferðast mikið, ég get spjallaði fólk svona andlit í andlit og með Nokia 5010 ónettengdan. Já, bara í Snake í flugvél. Ég veit það ekki, hvort ég hendi mér í þetta. Það getur verið á snekki með kampaðinu þetta, sko. Allir dagar getur verið þannig, sem er good shit, sko. Þetta er upphæð sem breytir lífiðinu, orðan þannig. 500 milljónir, það er ekki smá peningur. Já, en þú getur ekki svo lokað hana hjá banka. Já, ég getur ekki lokað hana lappin í banka eins og rassus, það gerir það enginn í dag, sko. Bara gammalt fólk. Já, það ringir þjóðvægt getur millifært með hvað fer ekki á netbankan, fýblið þitt. Herru, ég var í bankan daginn og hann var stúdfullur. Já, hvað, 80 pluss og þú? Þú voru uppgreitaði blóndið. Ég þarf svar. Já, ég ætla að segja nei, ég nenn ekki, ég myndi ekki nenn að ég komast ekki netið. Hörru, hann er náttúrulega meira, hann er til dæmis í hann að Candy Crush kæftaði og öllu þessu, hann er alltaf í símanum. Ég er hættur í Candy Crush. Ertu hættur í Candy Crush? Já. Það var alveg komið tíma á það líka Sveppi, svona öllu ganni sleftu núna, sko. Ég þurfti að restora iPadinum og það datt allt út einhvern veginn og ég... En ég er komin í nýjan leik. En þú varst Candy Crush fíkitt, samt það? Já, ég kom í geggjaðan leik núna sem heitir Goldminer, geggjaðar. Já, frábært. Þið segir báðið nei? Já, ég myndi segja nei. Ok. Þetta er geggjaðar peningur og maður myndi breyta lífi. Eina sem maður myndi gera þessi peningur verður það að ég myndi bara kveðja familífinu og fara bara í einhver eitulífi í Vegas. Þetta er einhvern veginn þannig ég myndi ekki þora að eiga svona mikið. Þess líka, hversu leiðilegt ef þú er búin að vera til Vegas, segir maður að fara að lifa eins og hátt, ég er nú alveg típun í það, hversu leiðilegt er að vera orðin bara staurblankur aftur og ekki með að fara á neti. Já, það er svo skellur. Næsta spurning, fara með báðum foreldrinum í bað fyrir 90 milljónir. Alltaf kemur þetta baðreglulinn, þetta bað kemur og tekja mannarrætti. Nei, svona tekja mannarrætti. Þetta er fyrsta sinn sem ég spyr með báðum. Þetta þarf eiginlega að vera heitur pottur, það ekki? Nei, þið 3 saman í baðið.
Þú ert í miðinni. Ég kemst alltaf einn í þetta bað. Já, þeir bara setja svona saman. Það sé bara svona krjúpa einhvern veginn. Nei, bara setja svona, það komast alveg 3 í baði heima. Já, en ef ekki tala bara svona venjulegt bað sem eins og bara bað. Bara eins og þegar 3 krakkar í baði. Það er þú, mamma og pappi. Hefur aldrei séð baðkar? Ég er að tala um svona kolbar og hotbaðkar. Nei, bara venjulegt bað. Hvað heldur, getur ekki farið í heita bát með mömmu og pappa? Við erum bara í sikur á hotninu, hvað er þetta rugglaður? Ég er bara ekki hvernig við komumst til 3 blóndi. Já, það er hægt. Allir allsberrir. Og sveppi líka terrible weight, sko. Ég myndi gera það, já. Ég myndi gera það fyrir 20 miljónir. Já, kannski, þú segir það. Hvað var mikið kassi í þessu aftur? Það voru 90 í bóði. 90 miljónir? Hvað, mamma er pappa Þú er ekki með mér bað. Hvað er ég að segja? Ég ætla ekki að baða. Ég ætla að ræða þetta. Hvernig við komumst fyrir. Nei, það eru mjög hugguleg. Og það þarf nú að 2 ljóta til að búa til svona fallegan einstakling eins og þig. Nei, ég er þetta hitt fórhaldarins. Það eru bara mjög hugguleg og skemmt. Mér finnst þetta Takk upp hanska fyrir Ester og Einar. Mér finnst þetta nú nokkuð vel bóðið hjá Blöð, sko. Þannig að þetta er nokkuð augljóst Já, þetta var svolítið mikið. En myndi gera fyrir 15. Já. Ég myndi baða fórhaldar mína fyrir 15 mínútur. Þetta er 5-6 mínútur og þetta er smá óþægilegt. En síðan í millivart inn á þig. Svo er þetta fórhaldraðinir og er þetta ekki alltaf lægið bara? Já. Ég meina þú oft var í bað mömmuðin og varst bara 20 ára en ekki 40, sko. Já, mér finnst þetta bara skemmtilegt. Já, þetta getur fyrir stemming. Hvað langt séð þig, mamma, var að þú að þér síðast? Hvað langt séð það var? Það er það langt síðan ég man ekki eftir því, sko. Nei, þið finnst ekki skrítið að fara það aftur? Jú, þetta er skrítið. Þetta farið fullt af pening. Þetta er skrítið, en hún væri kannski ekki að þvó bara með tilland. Hún væri kannski búin að skrúpa með baki. Ég er ekkert að tala um þetta þvóðir, bara fara saman í baði. Ég veit það. Það fyrir að myndskreiða þetta eitthvað. Skrítið, og pappi allsber ekki staðar og mamma og... Þetta var skrítnara fyrir mig, því að foreldrar mínu er náttúrulega skilin. Já, þetta var ennþá skrítnara bara fyrir þau. Já. En kannski myndi þetta vera til þess að þau myndu taka saman aftur. Já, veistu það líklegt? Bara við 3 í baði og bara föttuðu hvað við elskuðum og svona. Það kom með að 3. og síðustu spurningunni. Myndið þið þið myndið alltaf gelta eins og núna þið voru að hlæja. Já. Það kemur gelt hjá okkur í staðið fyrir hlátur. Það sem eftir er ævi ykkar fyrir $1 milljón sem er í dag 112 milljónir. Jésús. 112 miljónir. Ok, ég ætla að hlæja en ég er að gelta í staðinn. Já, bara eins og núna, þið voru að skella ræða, þá hefði bara verið óveist bara gelt. Hvernig gelt? Já, þetta væri svona. Þannig að þið verið að kynnast nýju fólki og þú myndir byrja að hlæja. Þetta er hræðilegt, maður. Hvað var mikið peningur hann inn í þessu? Þetta voru 112 milljónir. Ég er með svolítið háar uppæðarandir ykkur dag. Já, þú kemist pottit í eitthvað talkshow í LA bara eitthvað, já, next on stage is the guy who... He laughs like a dog. En myndi eitthvað trúa í, fattur þú? Það getur hvaða athyglisjúklingur sem er bara þóst alltaf gelta þegar hann hlær. Er þetta eilífið í ár? Þetta er eilífið. Já, þetta er ömulegu dýll. Já, bara skóflónum. Þú varst með 90 kúlur til að fara í bað og þarna þú geltur alla ævi fyrir aðeins meiri pening. Ok, 10 ár. Og 10 er allt annað, sko. Það er ekki eilífið, sko. Nei, ég myndi ekki nenna því, sko. Ég myndi ekki nenna þessu, sko. Þetta er leiðið, nei, við erum sammála um allt í dag. Já, það er ótrúlegt. Oftast eru þau ósammála um allt, en það eru mjög ólíki menn. En þið voru sammála í dag og það er gaman að því. En það er gaman hjá okkur. Hvíta pizza toppingsósan fæst núna í Krónunni. Hún fæst í Krónunni. Þetta er geggjuð pizza og er frá Shaken Pizza herðu sem að kemur inn á. Ég má reyndar ekki segja neitt en það tengist við erum með risa tilkynningu í dag. Já, klukkan 5. Þannig að þið þurfa að fylgjast vel með því. Auðvitað að vera pappi. Sagði ég það. Við erum að leita mömmunni. Það var eitthvað að kvartunda að mækna mér, þannig að þú ert að fara aðeins frá honum. Svona? Já, kom ég sæl, gaman að sjá okkur. Þú ert ekki útsamt í fyrsta sinni það? Nei, mér finnst bara svo gott þegar ég held á mikrofónu að vera bara hvað segir þetta, á ég vera bara svona. Svona, það finnst það góður. Ok, já, risa tilkynning klukkan 5, þannig að ekki voru okkur að missa henni. En já, Egill, þú varst að láta Sveppa heyra þig hérna í auglýsingum. Ég ætla bara að ræða hans við ykkur on the air. Sveppi, þú ert á Twitter. Já, ég er á Twitter, sko. Og þú ert með 250 manns að followa þig. Já. En þú er aldrei tístað. Nei. Af hverju er það? Það stendur bara send your first tweet. Nei, ég hérna Þú ert ekki búin að gera Hvað er Twitterinn? Hvað segirðu? Hvað er Twitterinn? Ég veit ekki. Sveppi, maður sjá betur. Sveppi 2. Já. Var Sveppi upptekið? Reyndar að maður skrifa Sveppi, þá kemur þú fyrstur upp.
Geggjum myndaðir. Þú ert að followa 23 og ekki eitt tíst komið. Nei, ég þori ekki að tísta. Þannig ertu sveppi, ég er ekki svona elda þig. Ástæðan fyrir, við erum að ræða þetta út af því að klukkan 5 kemur mjög stór tilkynning og það var einhver að biðja, einhver að hringi mér. Nei, bara síminn, hann pípar og pípar, getur þú gert eitthvað í það? Og Jesús. Það var einhver að biðja mig að twitta einhverju, Dóti. Ég kann ekkert að twitta. Ekki twitta! Ekki twitta! Hvað er með þetta? Er hann eitthvað að gera? Er þú eitthvað ruglaður? Hvað er þetta að gerast þú? Sett inn eitthvað skemmtilegt núna. Það fekk sterakast bara. Já, við skulum biðja allir að adda þér. Allir að adda Sveppa á Twitter. Það er Sveppi2. Sveppi2? Ég þori ekki að tísta. Já, settu bara eitthvað skemmtilegt núna. Það er ekki flókið, skrifaðu bara eitthvað. Já, og settu þig. Eitthvað bara sem þér liggur á hjarta. Þarf ekki að vera flókið. Settu bara eitthvað skemmtilegt og sjáum, svo retweet við því. Og sen ítur sér bláa takast tweet, þú ítir segast á hann. Já, þá getur við retweeta og sér fólk og þá færðu followers. En þú líka að vera virkur, þið ekki bara twitta einu sinni og síðan bara fólk að elta þig og sem segir aldrei þetta aftur, sko. Nei, ég veit, og þá er þetta líka orðið eitthvað svo mikið vesen. Nei, nú segir bara svona að hugsa. Já, hvað ástu að hugsa núna? Ertu búin að setja eitthvað tíst? Nei, ég er bara að skrifa eitthvað. Það er bara að skrifa eitthvað. Já, bara eitthvað, hvað ertu að hugsa núna? Settu það breyni, eitthvað skemmtilegt. Twitta það bara. Bara er í útvarpinu eða eitthvað svona. Hvað ertu búin að það? Það þarf ekki að vera merkilegt. Hvað settur inn? Ég setti, Krulli hæ. Já, krulli hæ. Það er hræðilegt. Það er ég krulli. Þetta er besta fyrsta tíst sem ég sé. Það er ekki lagi með krulli hæ. Þetta er ekki sagt alltaf eitthvað. Nú heldur fólk að þetta sé parodía. Þetta sé bara eitthvað, einhver sé að djóka. Hvað meinur þau? Þetta sé ekki þú, hvað heldur að þú, hvað ert ekki að vera þertur í sumar? Krulli hæ. Þetta er eins og eitthvað 30 ára gæi að þykjast vera þú. Já, veistu hvað, núna, það sem þú ert að segja stressa mig geðveikslega mikið upp að einhver haldi að ég sé einhver annar sem ég er ekki og nú fæ ég bara, nú langar mér mest bara að eyða appinu. Ég held þú myndi að segja bara statur í FNÍ fyrir blöð tilkynning klukkan 5 en eitthvað svona, ekki krulli hæ eins og að sé einhver að þykjast vera þú. Og myndina, þú ert skél, þunnur og lítill líður á þessari mynd. Nei, bara mynd sem að ég tók bara gegnum síman. Þetta er eitthvað sem við höfum bara að hjálpa þið með. Ástæð fyrir ég fór á Twitter því mér langar bara að fylgja einhverju Twitter. Settu ykkur að flippa myndir. Þetta er bara svona svalur. Það er eins og þetta að fara að hoppa fram með okkur svölum. Já, það er eins og þetta bara að kveðja. Ertu þunnur á það? Ertu hreinskilin? Nei, ég þunnur, ég sitt bara venjulegur. Heldur ég myndi taka mynda mig bara hey, shit, hvað ég þunnur. Þú ert ekki glaður á þessari mynd, sko. Nei, ég var ekki það enda stóð aldrei til að vera eitthvað á Twitter. Mér langaði bara að followa einhver. Krulli hæ, ég er eitthvað komið 108 likes og 25 retweet. Hvað þýr retweet? Þetta kallast mjög gott ratio. Hvað þýr retweet? Er það þá þegar einhver að forvarta því sem ég er að gera? Já, bara sína öðru það. En það sem vorst að byrja að gera er skiptum mynd 1, 2 og 3. Ok, það taka mynda mig núna þá. Já, einhverja skára um þetta. Edit. Og ekki vera að setja krulli hæ maður. Verður að setja. Ef þú kemur eitthvað svona Twitter aftur inn, krulli hæ. Þá hætti ég að followa þig. Þá verður þú tekin af Twitter. Ok. Byrju, núna fór ég einhverja mynd, nýlegt. Þetta er bara málega þessi myndir hræðileg skiptin út right now. Akkur er fólk að hann er komið 160 like og 40 retweet. Sem er þetta versta sem ég sé sko. Hvað? Þetta tístitt er á allt og miklu ratio með hvað er lélegt. Málega, þetta er sama með söngakernina. Rikki að taka það, fólk trollar hann. Það fólk hringir inn og kýsir Rikka. Fólk sé að trolla það með að like og retweeta. Fer í edit profile. Hvað heldur hann hugsi núna? Ég ætla að twitta meira þetta, það virkaði vel síðast. En það sem ég skil ekki er, við báðum um að setja eitthvað sem maður að hugsa. Varstu þá að hugsa krulli hæ? Þessi myndir þetta. Ok, nú er ég búin að skipta mynd. Settu þessi mynd. En er það sem þú varst að hugsa, krulli hæ? Nei, ég var bara að prófa að twitta ekki. Ég vildi ekki twitta eitthvað bara. Hann er að skipta prófálmynd. Já, við erum að hjálpa með þetta hér eftir smástund. Ætlum við að fara í spurningukefni Gilsarans. Ég kom með helmikið fleiri followers heldur en í gær. Já, vel gert, svona þetta fljótt að gerast. Já, kæru hlustendur, það er náttúrulega bara Sveppi er komin á Twitterinn hérna og hann er að fara að hendi nýtt tíst hérna. Slagið á. Krulli bye. This is the mutant that I told you about. She needs our help. Í ár. You have something that belongs to me. I made the girl. We still have time. Logan, komin í bíó. Hatar þú að hlæja? Þá skaltu ekki koma á nýtt uppistand með Íslands í Þjóðleikhúskjallaranum. Dominos, Viking og Landsbankinn kynna Mið Ísland að eilífu. Miðasala á tix.is. Stórleikur í meistaradeildinni, tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri.
Party Shake. American style. Láttu bílinn njóta þess að þú sért með N1-kortið. 15% afsláttur af hella þurrkublöðum og N1 tjöruhreinsi og 3% að auki í formi punta. Notaðu tækifæri til að spara og safna. N1, hluti af góðum degi. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Væri þú ekki stoltur ef þú væri sá 4. besti í heimi? Þú getur orðað það í dag. Þú fær allt til að búa til 4. bestu pizzu í heimi í Krónunni því Shaken Pizza fæst í Krónunni. Krakkar, hver er 4. bestur í heimi? 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þetta heavy. Og með Linkin Park, Linkin Park komin illa. Herru, þetta geggja maður. Já. Sveppurinn að fara á kostum á Twitter. Núna finnst þetta líka gaman sko. Hann fer ekki úr símanum, hann við hefum ekki hægt að sína honum. Hann að hólka inn followers á tempóðu sem hefur ekki sést áður á Twitter held í Íslandi. Geggja tweet segir eitt hérna. Sveppmestari kongur. Hætt að lesa þetta. Ef menn sé að geggja tweet þá er verið að trolla þess, svo er ekki að geða þegar hann er að keppa hérna í. Leðu nú frá síman og fara aðeins aftar frá mæknum. Þú voru að vera vel fleiri svona tweet í heiminn, ekki málið. Þú voru að vera vel virkur á næstunni. Þetta er geggjað. Það eru 17 mínútur í risa tilkynningu, en það er hins vegar komið núna að... Ég ætla að twitta þessari tilkynningu. Já, mér líka. Egill, það kom með þér. Já, það sé að koma að spurningakenni. Já. Og King of, eða bara King of... minni homofób basically, eða þú veist það er svo ljótt frekar bara örugum með kynniðina King of frábært Skulle hljóma það Það byrja þetta bara, það er öllum drullu saman hvað það heit Og ég sá væntanlega trailer og sem ég laði mikla minni í og veit mörgum dögum ég búið til Hann kemur væntanlega ekki dög á þannig Jú, leið mér að heyra hann Að Mushroom hefur ekki heyrt það Ég held hann sé týndur Nei, Mushroom vill heyra ok, hann kemur hérna Ég spila hann ekki allan Jú, herru, þessi er endar Nei, þetta er spurt og svara trailerin Hann er allt og langur, ég skal spila smá á hann I'm gonna ask you a question And I'm gonna need an answer Is everybody on the floor? We put some energy into this place I'm gonna need an answer right now I'm gonna ask a question I want to see you sweat I'm gonna need an answer You got that, you son of a bitch Já, þurfum ekki meira þessu Ég vil fá þetta sér ringingu Þetta er geggjað Twitter-stjarnan varst mjög gaman að þessu Nú er komið að að mér Já, þetta er alveg keppni sem hann vill vinna það ekki Jú, ég myndi segja það Það verður bara örugu with your sexuality Það verður mikið hlæður að vinna þessi keppni Ok Já, þetta er ekki flókið Byrjum keppnina Báði trailin endaði gangi Já, þetta er geggjað Hefurðu farið út að borða í cozy dinner með öðrum kallmanni? Já, mjög oft Það er punktur að báða hana Þeir báðu farið í það Já, við erum farið saman í cozy dinner Ég og Uppi Tveir Á Argentínu að drekka rauðvín og spjalla lífið Það er svoleiðis Edrú Það er kvöld enda, það er þetta ógæslega Það er skrítið Manstu hvað það er kvöld enda þess verður? Enda ekki í Kópavöginum Nei Hvað smiðum við? Nei Jú, það var þetta í Kópavöginum og Mavrik Nei, við fórum í einhvern póker held ég Já, staðurinn þetta Mavrik Hefurðu farið í bíó með öðrum kallmanni? Shit, hvað er eitthvað geður Er það að spura hvort það er vinni eða? Nei, þetta er bara, þú veist Ég þekki homofóbs sem get ekki farið í bíó með öðrum kallmann Það finnst það bara Það kallast ekki homofób Það er eitthvað allt annað en homofób Og ég held að það ætti bara hægt að opna vinniðina því sem þetta er Ég hýsist hvað þetta er skrítið Það var skammast ég fyrir það Bara, erum við að fara í bíó? Nei, ég sagði ekki það var okkur stelpa með Ég sagði ekki að það verið í vinum sko. En hefur þið fundist annar kallmaður sexy? Já Svo sexy, kynasandi og Já, mér finnst Ryan Gosling mjög sexy Já, ég er með svona secret crush on one guy Kottu með það Hvað gæði það? Viltu vita hvað það er? Já takk Secret crush Hann heitir Daniel August, söngarinn nýtanska Það er bara svoleiðis God damn Hefur gert eitthvað í því?
Já, ég mætur alla tónleika. reyndi með svona sjúaninn og klósetti. Nei, mér finnst það bara sætur og sexy. Nei, mér finnst það bara sætur. En svo þetta klukkan kortir í fyrir. Ég veit það, ég bauð skammast mín. Ég ætla að twittum þetta eftir. Ég ætla að byrjast afsökunar á Twitter bara. Nú getur alltaf í Twitter í allt svona. Ég byrjast afsökunar á það sem gerðist kortir í fyrir. Ég fyrir í fyrir blöð. Ekki ringi blöðin. Hefurðu strokið afturendan á öðrum karlmanni? Já. Þetta er mjög einfalt hjá okkur, þetta er bara já í öllu. Maður er alveg slegið á bossanum einhverjum bara út að keppi í körfubolta eða fótbolta, bara vel gert. Já, það er tvennt ólíkt að slá á bossa og segja vel gert heldur en að strjúka bossa. Já, bara karlmanni. Já, jú, ég hef gert það í flippi. Alveg potið. Já, Mushroom, hefur strokið beran rass á viniðinum? Já. Ok, hvað er hérna? Ég hef gert það til dæmis á Pétri Jóhanni. Ok. Einhvern tímann þegar við vorum í tökum og vorum erlendis og hann var lág upp í rúmi og rassin hans var svo þreyttur. Rassin hans Pétur, þegar hann er þreyttur rassin, þegar hann er búin að labba. Þegar rassin er þreyttur? Já, hann er búin að labba mikið og orðin svona þreyttur gamall loðinn rass. Hann lekur hann svona niður aðeins meira heldur en annar rass. Það voru báð mig já hana. Báð mig já. Býttu þetta, maður heyra rassasöguna af Pétri Jóhanni sem verður, ég vissi ekki að rass geta orðið þreyttur sko. Er rassin þreyttur? Hann er kannski við ferskar fætur og en kinnan að vera þreyttar og það er lama. Þetta er svona svolítið okkar á milli. Og þú ákast á að gera niður hann og strjúka. Nei, ég fór ekki að gera það. Þú þarft ekki að fara alltaf í svona. Komdu með næstu spurninga. Þú strax. Nei, bara klappa hann og svona Ok, ásækið. Getur þú hort á erotíska fullónismynd með tveimur kallmennum án þess að finnast það weird? Tveir kallmenn eru aðleikarnir og þú ert að horfa á þetta í róliheitunum. Getur þú hort á þetta án þess að finnast það weird? Já, ég held það Sko, nei. Ég verða að vera hreinskilinn. Ég er ekki alveg þar. Mér myndi finnast það skrítið. Og var einn heima á sunnudegi og myndi... Það væri líka bara svolítið skrítið, ég sem gagkinniði maður, ég væri að horfa á svoleiðis mynd, sko. Nei, það ekki. Jú, en ég ætla að vona að það flokkist ekki undir homofóbíu, sko. Nei, það er kannski ekkert endilega það, sko. Kannski maður er komið svolítið, langt inn í engalíf hjá einhverjum tveimur mönnum, sko. Já, ég verð bara að afþykja þennan punkt. Mér myndi finnast það skrítið, því mér. Já, svona, í fljótu bragði, ástæðan fyrir því að mér myndi finnast það kannski skrýtnara heldur en að sjá kall og konu er þegar maður hefur séð það oftar. Ok. Og í bíómyndum hefur það verið yfirleitt þannig. Mér fannst Brokeback Mountain góð mynd. Já. Ég dýrkaði hana og mér fannst ekkert að ég horfa á það en ég verði ekki að fara að horfa á klámmynd. Nei. Þannig að tala um það. Já, ég veit að ég er sammála. Mér myndi finnast það kannski svolítið vírt en ekki eitthvað óþægilegt. En svona pínu Já, samt ekkert svo mikið. Alltaf óþekkta er skrítið. Já, þannig að ég er svona við það að gefa Mushroom punkti, hann er nokkuð opið fyrir. Við vorum á sama stað, ná? Já. Það er bara 4-4. Ég ætla að gefa Mushroom punkt af það. Auðvitað vill þessi keppni klári sem strax, en hún langar samt ekki. Það er ekki bara þessi keppni, það eru alla spurningakeppni gilsæðan sem ég vill að klári strax. Maður líður alltaf illir. Maður opnar sig með eitthvað, svo bara systemast að senda mann SMS og eitthvað. Hefur þú sofið hjá öðrum kallmanni? Þá mennur þau að sofa við hliðin á honum eða bara að njóta ástæð með honum? Já, þá menn að njóta ástæð með. Nei, það hef ég ekki gert. Ég er ekki alveg 100% sem Mushroom sé með... Já, hann er að hugsa þetta Nei, ég hef ekki gert það. Ekkert í ykkur Vegas-flippi eða eitthvað? Nei. Það er sennilega eina sem við sveppiðum eftir að gera saman. En má ég segja Köpensöðuna? Köpen? Já. Segðu Köpensöðuna, takk. Já, þá var ég eitthvað að reyna að knúsa þetta. Nei, hann var ekki að reyna að knúsa mig. Við vorum í 70 mínútum og þetta var einu okkar fyrstu ferðum. Ég get ekki sagt þetta. Jú, herði. Við deilum öllu hérna. Ég var bara eitthvað að reyna að knúsa hann alltaf. Hann var búin að fá sér. Flottur. Varst það að reyna að knúsa hann? Nei, hann var ekki að reyna að knúsa mig, orðin það þannig. Ég byrti fast að reyna. Þetta er bara eitthvað sem... Herðu, höldum það fast. Ég hlóð svo mikið að hann náði í lasti. Að njóta ástæð með þér þá? Svona fórleikurinn á því það sem að menn myndi gera. Herðu, áfram með þetta. Fíblaskapur. Mér langar að krefja þetta meira. Ég get ekki fara þetta. Þetta verður æfisögunni. En hefur þið snert hersöðingja hjá öðrum kallmanni? Snert tippið á vinnum mínum? Já. Ég er saklust þar. Hvað varst það, hjálp honum að stýra það? Hvað varst það að gera?
Þetta allt eitthvað fíblaskapur. Þetta var svo auðvelt í áferðið. Já, þetta bara, maður hefur verið náttúrulega ungur og ekkert endilega vitlaus, bara í einhver svona fíblaskap. Bara í fíblaskap? Hvað varstu gamall? Jú, bara eitthvað svona stýra þegar einhver að pissa, hvað það gerist, hættu að snerta á mig tipp, bara svona úlíðar. Ég held ég fá ekki stig annað því miður. Það mushroom eftir niður að taka þetta. En veistu hvað, þú getur fengið stig fyrir þetta. Ef þú lappar hérna með borðið. Nei, veistu að ég feskur. Þau ekki bara klára að geta það. Heldur í stig. Og síðasta spurningin, hefur þú farið í þveng? Þveng? Já. Þú farið í þveng? Af mömmu að setja. Já, hann tapaði í Mr. & Mrs. spilunni í 70 mínútur. Þú fórst í þveng af mömmans blöð. Og ekki bara fór hann í þveng, heldur var ég heima með mömmu að horfa á þáttinn. Þetta var jólaþáttur og allt gerur svo uppi og mamma byrjaði að hlæja og svo fatt hann að þetta var undirfett sem hún var enda að nota. Varst í engu nema bara þvengnum? Já. Ef möguleiki finnir þessa mynd og setur hann mögulega á Twitterinu mynd? Það aldrei að vita. Getur þú sett þetta að gera næsta Twitter þú í þessum þveng af mömmans blöð? Við finnum vann Sveppi þetta? En þetta var nokkuð spennandi. Hann vann þig 6-5 og þannig að þú ert mjög örugum í þína kynneið mushroom. Engin homofóbía þér, til hamingju með það. Rautir með löðrandi homofóbíu. Nei, það lítur út fyrir það. Hér komið að, einu vinsælasta lagi landsins, Nei, nei, nei með áttunni. Elskan mín, veistu ekki hver ég Ég með þúka og followers á Twitter Yeah, ég og þrápúlu hunda Ég og þeir erum vegan og þetta grænmetið heimaræktað Við gætum allt Nú þöllum okkar draunum og listamanna launum Getum farið hver sem Akranes í Búðardal Væri til í að búa þar Með þig Nei, þú ert ekki típa sem að hjálpa mér Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik Nei, þú ert ekki típa sem að hjálpa mér Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik Ég sagði nei, þú ert ekki típa sem að hjálpa mér Þetta er áttan með Nei, nei. Það er búið að vera einhverjar umræður á Vísi. Las það eitthvað hérna í vikunni að voru sögum að vera að kaupa eitthvað. Já, kaupa view. Já. Það er líka út af því að það er bara leiðilegt að lesa svoleiðis. Success has enemies. Mér finnst þetta mjög flott lag. Og það er mun alltaf vera haters í þessum heimi. Það er bara þannig. Bara það, ef þið kaupa sér views, hvaða máli skipt það? Það bara kaupa sér views. Og ef þið gera það ekki, þá gera það bara ekki. Rosalega skrítið. En það sem þið haters fatt ekki er að sko áttan með grislingarna og grislingarnir eru á YouTube allan daginn sko, og það er svo Dóri DNA var til dæmis sem er rapphaus hann var eitthvað með eitthvað skít út af þessu hann var eitthvað rafl út af þessu hann fattar ekki rapphausinn, hann er með kannski 18+ crowd, áttan með grislingarna sem eru á YouTube allan daginn, hann er skellur fyrir rapphausinn sem er með all lóðrétt, skilur einu sem ég hugsa er bara ég fyrir á það og horfa á vídeóið á YouTube og ég sé, vá, djúlur komið með mörg view svo fer ég bara að sofa ég er ekkert eitthvað bara svona þetta hljótaði nú hafa keypt sér view Það röfli við þess að því líkir fáið af hverju með er ekki bara að vera með mörg view og allir sáttir, lægið er gott þið getur bara að drulla sér heim ég ætla að tvita þetta það er bara svoleiðis, skallir bara að tvita hérna klukkan 16 liða úrslitin eru á lengjunni. Tippað á þau. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Dominos, Viking og Landsbankinn kynna Mið Ísland að eilífu. Glænýtt uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum. Nýjar sýningar komnar í sölu á tix.is. Kjúklingasamloka í þinn kröst brauði með osti, avokado og pesto. Aktu taktur. Þú færða á adidas.is. Sparaðu tíma og kauftu skíðapassan á N1 Ártúnshöfða, Lækjargötu í Hafnarfirði, Stórahjalla eða Háholti í Mosfellsbæ og gott nesti í leiðinni. N1, hluti af Bláfjöllum. Komdu á Lokal og útbúðu þitt eigið salat. Möguleikarnir eru endalausir.
Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Ert að spá í nýjan Ferrari en átt erfitt með að ákveða hvort þú færð þér bláan eða gulan eins og Ronaldo eða rauðan eða hvítan eins og Messi. Hvernig litist þér á að taka bara einn í hverjum lit? Það risapottur í boði fyrir 13 rétt á enska getrunarseðlunum helgina. 1x2 í tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Með The Weeknd, bara eitt flottasta lagið á stöðin í dag og það er alltaf Weeknd. Já, það er The Weeknd og mikið óðbóðslega minnur að mig á Michael Jackson, þessi snillingur. En já, það er komið að tilkynningu og tilkynningin er svo að fyrsta stiklan eða trailerin úr Asíska draumnum er komin inn á Vísi akkurat núna, var að detta inn klukkan 5 og við ætlum að fara í smá leik tengt þessu því að við ætlum að fá sem flesta til þess að dreifa þessari grein og við erum búin að fá Simma, Will og þá með okkur í lið. Eina sem þú ert að gera núna er að fara inn á Vísi, fara inn á það sem er fyrsta stiklan á Asíska draumnum, gera líka þetta og deila á Facebookið þitt. Þá ferði í pott og getur unnið keilu fyrir 4, út að borða fyrir 4 á Shaken Pizza og þeir sem ef að sá sem er dregin út sem er náð aldrei, þá eru bjórar og fleira með. Þannig að nú er að gera að bruna inn á Vísi, deila og líka læka fæsluna og þú ert komin í pottin. Við sýnum ykkur líka á Snapchatinu og öðru. Get ég unni? Já, þú getur, nú ólíklegt að við drögum þú út en ég vil vinna. Þú gætir unni. En það er eins og komið drengir að sturla staðreyndir eða hrossaskítur. Hvernig líst ykkur á það? Mjög vel. Ok, þá byrjum við hér. Tilbúinir? Ég er klár. Hjalti Úrsus hefur lamið Loga Bergmann. Hjalti Úrsus lamið, ok, hann gæti lamið Loga Bergmann. Já, en hefur Hvernig var logið þá með eitthvað það mikið vesen að Hjalti er þetta ekki Ég held að þetta sé rétt út af því að sko Logi Bergmann var náttúrulega ógeðslega mikið auðmikið þegar hann var ungur sko. Og hinn svona muscle man. Var hann auðmikið þegar hann var ungur? Já, með teina og asnalegur. En hvað er þá Hjalti sem bekkjar 3.50 að lemja hann? Og maður lemur auðmikið Nei, ég held að Logi er algjör vilsingur þegar hann var í skóla sko. Ungur vilsingur sko. Já, og Hjalti að tuskaða næst til. Já, ég held að segja þetta sé rétt sko. Já, ég ætla að segja þetta hestakókur. Það er 1-0 fyrir Agli, þetta var lygi. Akkur ástu þá að segja þetta? Bara til að reyna að lokka þig inn í þetta. Þá er það næsta spurning og það er hér, þú mátt giftast kotta í Japan. Kotta? Já. Sem hún séu með kotta. Já. Giftast honum. Já. Sko, það er mjög spes. Ég náttúrulega var í Japan núna daginn. Já. Ég var í Japan. Labbaðu fram hjá einhverjum svona skrýtnu brúðkaupi? Já, ég sá mann labba með kotta, nei. Giftast, Japanin er svolítið sérstakur sko. Þetta gæti nú alveg verið rétt. Ég er að pæli að segja að þetta geti bara verið rétt sko. Já. Sko giftast kotta, ég meina ef þú mátt giftast kotta þá lítur þú að mega giftast bara skilur rúmgafli. Já, en þetta eru svona human pillows, það eru myndir af fólki á kottum sko. Er þetta ekki bara hvítu kotti? Nei, það var skrítið. Ég er það, samsæði, já. Ég held að þetta var hvítu kotti, þá hef ég líklega sagt sko nei, því að þú veist, dúkkur annað og gæludýr en hvítu kotti gifta, en ef þetta er eitthvað svona kotti með andlit og þá getur það alveg mega sens sko. En þú veit meina að giftast dúkku sé... Ég ætla samt að taka sens og segja nei hana. Ég held segja, já. Það er rétt að sveipa. Yes! Kannski ekki drullast að taka fram bara frá byrjun að þetta væri kotti með andlit og... Þú fékkst að heyra. Þú fékkst möguleika. Já, drullast til að segja þetta strax. Það var búið að segja þetta. En er þetta eitthvað sem þið getur hugsað ykkur að giftast kotta? Ég þyrfti náttúrulega að byrja því að skilja við konuna mína. Þannig að það væri náttúrulega kannski fyrsti skellurinn. Og kotti væri kannski ekki fyrstur á dagskrá eftir það. Nei. Sveppi, ég er búin að finna myndaðar í þvæng. Þannig það fekk sendt frá aðdáðan að myndaðar í þvæng. Er möguleiki, má ég setja þetta á Twitter og taka þig?
Okay, allt fyrir likes og follows Já, það að koma myndasveppa í þveng inn á Twitter eftir svona 13 sekundur Hvað snöggur að vinna í Twitter-ruglunni Hvað staðan? Hún 1-1? Hún 1-1 Ég myndi ekki vilja geta skotta nei, ok, þá næsta spurning Þú léttist við að prumpa Vá, það getur ekki verið rétt Ekki með það að ég rek endalist við og samt solid 8-7 Ertu 87 kíló í dag? 8-6, 8 Hvað ertu hár? Ég er 1,72 samkvæmt einhverju vegabrifi Ok, þá ertu kjörþyngd Já, þú léttist að prumpa Sturlu staðrendi eða hrossaskítur? Ég menna sko það fyrir náttúrulega loft Nú erum við farin að tala eðlisfræði Er loft þungt? Ég segi já Þú segir já Hvað segir þú, Egill? Ég segi að þetta sé risastór kúkur hjá blöð hana Nei, þetta er Sturlu staðrend Er það rétt? Já Sverri sér að skríða yfir þykka kvikindi Það er 0,0371 gram sem að fyrir Jesús Þú losaði við loft og líka Já, dreftu mig ekki En það er sann skrítið, myndum léttist Það er komið mynda þér í þveng á Twitter Ok, já Það er mér skýt sama Venjulega manni væri ekki drullu saman Og frekar að deila tilkynningun okkar Svo er Home Alone er vinsalasta grímmynd allra tíma Vinsalasta grínmynd allra tíma Ok, maður horfir á hana hver einustu jól Hún var a monster hit Macaulay Culkin er í Heroin í dag En hún er ekki fyndnar en dömur til dæmis Hún er ekki fyndnar en Nærðu Roxbury Já, ég meina, Þetta tala um cash Þetta tala um cold hard cash Já, ef að cash er sett yfir, fattaru Ef að dollarinn það sem hann var þá er sett yfir það sem hann er í dag Það er oft reiknað þannig upp á hvað er Ok Sko, er þetta síðan spurningin? Nei, ok Þannig bara Ég ætla að segja að þetta sé bara rétt þér Þú segir þessi Sturlu staðrend? Já Hvað segir þú, Egill? Ég held nefnilega að sé rétt en hvernig staðan í leiknum Hvað er marga spurningar eftir? Það er ein spurning eftir þessa Ok, þá ætla ég að segja að þetta sé rétt líka Það er rétt Home Alone er vinsalasta grímmynd allra tíma Núna verð ég þarf góða umferð núna Hundar verða ekki þunnir Sturlu staðrend Ef þeir eru ekki þunnir, akkur þá ekki búið að rannsaka af hverju í anskotanum og gefa okkur það shit sem þeir eru með Í fyrsta lagi finnst mér bara skrítið að hundar yfir höfuð séu að drekka Þetta akkur með þeir ekki drekka svo þú Já, það er bara svo erfitt fyrir að halda á glasi Það er bara sleikja það hellir bara viski í skál og hann lepjur það upp, þetta er ekki slókið sko Já Þú ætla ekki að það? Lepja viski? Jú, Þeir verða ekki þunnir Shit Það er mjög erfitt að rannsaka það hvort að hundur sé þunnur eða ekki Hvernig var það rannsakað? Ok, þetta minna viski Þetta er bara spurningin Svo daginn eftir, hvernig líður Hvernig ertu gamli? Hann er eitthvað slappur, hann er þunnur Þetta er svoleiðis, skrifa þetta niður og senda þetta út Þetta er hljómar eins og blöð að fengi sér hann er reykt einn í gær og saman þessa sko Já, ég ætla að segja þetta sé hestaskít Ég ætla að segja það líka og það þýðir að ég mynd fucking tap Nei, ég tek bara sensinn Ég segi bara, þetta er hvað varst þú með? Ég segi þetta sé rétt Þetta var hrossaskítur Skotin Sverrir Sverrisson hefur unnið þessa keppni Þetta er í fyrsta skipti sem ég vinn gilsaran í þessu Til hamingju Þetta er geggjað I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame. FM 95 blöðu með ykkur hér á FM 957. Það er Öddi og Sveppi sem eru stattir hér núna í stúdíónu. Egið fór eitthvað fram að leika sér. Örugglega að pissa. En við ætlum að nýta tækifærið, Sveppi. Þú vildir fara í gamlan lið sem við erum oft í. Við vorum alltaf í. Já, við fórum alltaf og ringdum alltaf í mömmina. Ég langt síðan ég hef heyrt í henni og... Já, sko, ég held að ég hef ringt í hana bara í marga mánuði sem þetta. Nei, mitt sko, það er alltaf gaman, skilur. En manstu samt hvernig það var fyrst. Hún vildi aldrei tala við okkur. Svo núna hún tala alltaf við okkur, sko. Já, þetta er svona típist svona... Hei, látið mig vera, en ekki gera látið, veist. Nei, sátti, hann bara... Ég vil ekki vera fræg, en ég vil það. Hann er bara svo illa þegar að skella okkur. Já, ok, ég ætla að ringja hana. Ég veit, sko, hún er í vinnunni, hvað er hann að fara? Nei, hún er í vetrafrí, ég veit. Hún er frí, þannig að maður sé. Vel gert, maður. Nætt að svara, þetta maður.
Halló. Hæ, Setta. Nei, hæ, skal. Hvað segirðu? Rítið þú. Herri, góð, hvað ertu að gera? Heyrðu, ég nú bara hérna í Smáralindinni. Nú, hvað var að brasa í Smáralindinni? Hæ? Hvað var að brasa? Ég bara svona að kíkja hvað með vantar á þenni fyrir út. Nú, hvert er verið að fara? Heyrðu, ég er að fara til tenni. Nú er verið að fara til tenni? Móta er að fara að sleikja sólina, maður. Hún er komin í vetrafrí. Bíddu, hvaða voðalegu lúksus er á kellingunni? Rákar, ekki það að ringi mig út spennu núna. Já, það er þá nú komin tíma á það. Ég heldur sér búin að fá pásu í halvt ár. Jésús, Sveppið með okkur í þættinum í dag og fyrsta sem að sagði við mig, herðu, við þurfum að heyra móttu. Já, einmitt. Heyrðu, þú ert að fara bara einn til tenni? Nei. Nú, með hverjum ert að fara? Það heitir ég séu svona sorglega. Nei, ég veit ekki, ég bara tjekka. Heldur að mamma sé bara að fara einn til tenni? Hver er að fara með þér? Ég heldur ég enga vinni eða? Jú, alveg pottitt, alveg hauga vinnu. Heldur að svona celebrity útvarstjarn eins og Hafdís Sveinsdóttir sem er búin að gera allt vittlust hérna á ljósakamiðlum myndi fara einn. Aldrei. Halló, aðeins róa sig. Mamma, nennu að kalla núna yfir Smáralind. Hæ, þetta er mamma Sveita blöðina. Nei, aldrei. Sagði samt nei. Hotni. Hæ? Ég stendi út í hotni svo sjörast enginn heitir í mig. Vingur að hlusta í Smáralind og sá sem finnur hana má eiga hana. Heyrðu, hvað er að frétta af þér, eska mín? Elskan, ég bara allt svona líka ljómandi gott maður komin í vetrafrí og svona. Já, hvað lengi? Já, ég er í 18 dag. Já, 18 dag og farið til Tenerife í hvað, 2 vikur? Nei, bara vikur. Og með hverjum ert að fara? Vinnu mínum. Býttu, heyrðu, erum við að fá stóra fréttir hérna núna? Nei, Sveppi. Hvað? Stóra fréttir. Ég er búin að vera með hennar vinn minn í 3 ár, þannig að... Nú, ertu að meina þetta? Já. Ertu að segja mér að Auðun Blöndal sé komið nýjan pappa? Herru, slökum aðeins á. Slökum á. Nei. Allir feskir. Allir góðir. Er þetta allir vinni bara? Jó, er þetta kærasti? Er þetta lítið kærasti? Já, nú fyrir ekki að smára. Þú er nú alltaf verið fyrir þess að litlu þéttu. Það er svo mig. Heyrðu, býttu. Og er Öddi búin að hitta hann og svona? Já, hvað ertu eitthvað? Já, ég er bara fyrir, veistu. Það er 3 ársveppi. Heyrðu, ég er bara catch up hérna, sko. Bara catch up. Já, viltu ekki gera það bara við 3 einhvern tímann, eða? Býttu, hérna, Öddi, hvernig er þetta? Fínt kalla? Já, mjög fín. Og eru þið vinnir? Já, fínasti maður. Hefur þú farið með honum í bíó eins og mamma henni? Nei, hann er ekki í bíóklubnum okkar. Nú, ok. Ég þarf stundum að fá einhvern bara lone time með mömmu. Það er bara fyrir okkur 2, sko. Það er okkar moment. Já, og ertu búin að faðma hann, Öddi? Er ég búin að hvað? Faðmann? Hvað ertu eitthvað? Ertu að reykja eitthvað eða? Hvað er ekki að læra með þig? Er ég búin að faðma? Á hverju ertu? Á hverju ætti ég að faðma? Nei, bara, veist, það er svo mikið skref þegar maður er búin að faðma. Herðu, nei, við erum góðir. Mamma, þú ert á leiðin út og það verður stemming. Herðu, og það... Það verður stemming. Veist, bara svo vitir að auðvitað vantar ekki fleiri sískinni, sko. Það nút á tenni eitthvað. Ég hef komin út úr barnið. Þú vart ekki að hafa neina ákveð. Ég veist lúksus er það, maður. Ég hlakka til þegar kona mín fyrir barnið, maður. Ég held að mamma hefði meira ágjör að hana langi í fleiri barnabötni eins og. Já. Það er ekki að ræða þetta í útvarpinu. Jú, það er náttúrulega bara allt annar útastáttur. Já, það er alveg heilt þáttur. Öskraði eitthvað fyrir okkur að því Smáralindinni? Nei. Segðu eitthvað svona, hvað segið þið? Nei, þetta hotnið svo fá þetta. Nú er það brúm bara mjög gott hjá. Það koma mér úr hotninu. Já, við vildum... Hotnir halda ég sjálfur stórskrítin. Við vildum aðeins heyri þér. Og gaman að heyri í þér. Ok, sko, það sömuleiðis. Góða ferð út, maður. Já, takk fyrir þetta. Ég kíkja nú á þig, sko, áður fyrir út, ok. Fyrir það, skan. Ok, bye. Herru, hvað hérna, er ég búin að faðma? Ertu eitthvað bíl? Eitthvað spurninga þetta? Nei, þetta er bara svona, veist, ef þú er búin að faðma hann. Akkur ætti ég að vera búin að faðma? Nei, bara ef þetta er skilur orðið fóstupappiðin eða eitthvað. Þetta er ekkit fóstið, þetta er bara fullorðinn maður. Já, þetta er bara kærasti með mér. 36 ára, hvað ég var að faðma hann og kalla hann pappa. Hvernig er hann? Bara topp maður. Hvað gerir hann? Hann drekkur ekki eins og ég. Drekkur hann ekki? Nei. Þá ertu ekki búin að faðma hann. Herru, þetta var mamma og hún er í góðu skapi á leiðinu til Tenerife. Geggjum. Þessi stöð verður það. Föstudaginn 3. mars. Sverrir Bergmann og Dóri Fjallabróðir sjá stemninguna. Miðasala á tix.is. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof fasteignasala. Nú er auðveldara að sjá betur út og líta betur út. Við bjóðum nefnilega 15% afslátt af Hella þurrkublöðum og N1 tjöruhreinsi fyrir N1 korthafa og
3% að auki í formi punta, en 1 hluti af góðum degi. Nú 20% afsláttur af Sonax bílarhreinsivörum. Bíkó, gerum þetta saman. Ræktin eða djammið. Adidas.is. Dominos, Viking og Landsbankinn kynna Mið Ísland að eilífu. Frábær uppistandsýning í Þjóðleikhúskjallaranum. Yfir 40 uppseldar sýningar frá áramótum. Nýjar sýningar komnar í sölu á tix.is. Boss Bacon komin aftur. KFC. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Lagið Waiting for Love. Man kannastu það. En meistari. Það eins og komið að dagskrálið sem búin að vera í góðu fríi. Elsku drengir. En ég fór bara að hugsa þetta í dag þegar ég sá þessa menn standa svona alla saman. Þá fór ég bara, herðu, ég fattaði, þau bara sáðu að hann alla þrjá upp á íþróttadeild. Vá, hvaða langt sinni fórum í gifta, sofa hjá drepa. Og það styttist í Svölu Björgvins. Hún rétt og kominn í spjall. Þetta íþróttafrétta með það? Já, þetta íþróttafrétta. En Mushroom horfir aldrei á íþróttir? Já, hann veit alveg hvaða menn þetta eru. Þeir stóðu þarna þrjú og ég fór að hugsa bara gifta, sofa hjá drepa. Gamli góða leikurinn sem búin að vera í löngu fríi. Ég ætla bara að spyrja ykkur. Þeir stóðu þarna Gummi Ben, Kjartan Atli sem bæði með Dominos, köruboltan og brennsluna þetta mótana. Maður hugsa þetta ekki, maður hugsa á íþróttafréttamaður. Hann er íþróttafréttir í Já, ég veit, ég viðurkenna á Stöð 2. Er hann í brennsluna það með Hjöppa? Já, og með köruboltakvöld og með íþróttafréttir á Stöð 2. Og Höddi Magg. Shit, þetta er erfitt maður. Þannig að nú spyr ég hvað myndið þið gera? Sko, ég bara leiðu að sagði þetta. Þá ég eiginlega búinn að gera upp hugmynd. Nú, það gerir bara svona. Þú þarf ekki að hugsa þetta. Ég alls ekki það. Ég vesinni með þetta. Hvað? Ég myndi drepa hana, hvað heitir hann? Gæinn hann í brennslunni. Kjartan Atli? Drepa hann. Fórst bara beint í það? Já, ég þekki hans minnst af hinnum, sko. Það átti eftir að sofa og giftast sem einhvern, sko? Já, ég myndi aldrei giftast Hödda Magg, sko. Þannig að ég myndi giftast Gumma Ben og ríða Hödda Magg. Sorry. Við segjum ekki R-orðið. Nei, þú myndi sofa í Hödda. Já. Og hvað, þetta er bara búið? Hann er bara svona að velja strax? Ég meina, ég get alveg rökstutt þetta, sko. Ég meina, ég þekki Hödda. Já. Og lengi langar til að sofa hjá hann? Aldrei langar, sko. En veist, ef ég þyrfti að gera þetta bara at gunpoint. Já. En ég verði til að giftast Gumma Ben og hanga með honum alla ævi. Þetta er fýtt gæi, ég er skemmtilegu. Ég sammála því, Gummi er sá sem ég myndi giftast hann. Já, gaman að ferðast með honum og fá sér eitt drikk, hann veit allt fótbolta og verið svona, veist. Ég held að við myndum ágætla saman, sko. Já. Og þú ætlar að drepa Kjartan alltaf því þú þekkir hann minnst? Já, þannig sé, sko. Ég get ekki drepið Hödda. Nei, Hödda er okkar maður. Hvað myndir þú gera? Mér finnst þetta bara mjög örfitt. Þetta var auðvelt fyrir Sveppa, sko. Veistu hvað, þegar maður heyri svona þá maður samt ótrúlega fljótur að mynda sér skoðun í haustin. Já, þú varst ekki lengi þessu Sveppi. Það var að gefa þig þann. Sko, þetta er mjög Hann er búinn að skrifa þetta niður. Nei, ég er bara sko Hann opnaði vördskjali. Já, ég er bara að horfa. Þetta er alltaf gott að horfa á nöfnin. Ég er að horfa á nöfnin. Sko, Gummi Ben, fyrir maður sem það. Hann er sko eitt fyndnasti maður landsins. Mínum minnst að mér fyndi mjög skemmtilegur. Hann er the crazy commentator. Hann er internet sensation. Hann er heimsþektur eftir EM. Það er rétt. Hann er góður í eldhúsinu líka. Hann er með þátt. Hann bjargar sér. Hann er búinn að læra mikið þar. Hann getur eldað. Hann veit allt fótbolta. En þú hugsað þú ekki alltaf beint fjárhagslegt öryggi þegar kemur að giftingunni? Já, það er nóg til að Gumma Ben líka, sko. Sonur hans er að vera einn af bestu fótboltaminni í heimi, þannig að það er free cast þar, sko. Og ég vantarlega get beina að fara að umba hann þannig að þegar eitthvað alvöru kast komið inn, sko. Sko. Og Gummi Ben, ég ætla að giftast Gumma Ben. Þú ætla að giftast Gumma? Já, hann er United maður, ég er United maður. Ég sé fyrir mig að vera helviti svona skemmtilega. Já, hann eldar, fyrir saman á völlin. Hann er mjög huggulegur líka. Já. Hann er enda káringur. Hann er eina sem er þreytt. Síðan náttúrulega, sko, Kjartan Atli með þetta
þetta sexy Taliban-look sem ég alltaf er mjög hrifin af, sko. Svona með svona sítt svart hár og slegið aftur, það getur sett það í tagl, sko. En með fallega svarta skeggrót, sko. Alltaf vel til fara, en hann er bara alltaf grannur í dag. Voðalegt að spá í þessum maður. Hann er alltaf grannur í dag, hann er ekki búin að lyfta mikið. Nei, hvað? Það að stoppa þetta. Hvað ertu þá að hugsa í því? Ertu að pæli hvort það sé tagli, er það eiginlegt að halda í það? Hvað? Þegar þú ferði í gamla skólan? Mér finnst það bara mjög myndal, mér finnst það mjög sætur. Hötti Magga Púlari. Það er svona, það er sko ég er mjög gaman að tala að giftast, drepa, sofa hjá, skiptir einhver máli Sveppi svaraði fyrir korteri, sko. Liði þessi menn halda. En myndur bara hugsa bara, shit, hún er púlari þessi kona. Hötti Magga hann er harðasti púlari landsins. Já, við vitum það. Og ég ætla að gefa Hötta Magga. Já, ok. Og þau ætli báður að drepa Kjartan alltaf. Þetta er skellur. Nei, hörðu. Þetta var giftarsói. Ég ætla að slaka inn í Kjartan. Já, frábært. Þetta var giftarsói að drepa. Og ég er ekki viss hvort þetta megi. Hann ætlaði giftast. Mér langar að segja náttúrulega að drepa Hötta. Mér langar að náta Kjartan. Það er svona huggulegt strákur. Þetta má. Í svona hás, kvöldur pínulítið eins og ég lusti á hás. Er þetta ennþá heitt, býttu ég ætla að gá. Opnum búin að vera í bótt í svona cirka 15 ár. Farðu niður að prigg ef að þú þráir að sjá. Já, það rekstu á mig eins og opna litla tá. Ég er að mista honum shit þó að ég sé freka klár. Eins og pláss í kólabortinni því ég er fucking bás. Þetta er sigur íslensku tónlistavelunina í gær MC Gauti og herra Netusmjörðan heyrist Netan Já, Netusmjörði Hann getur rappað á incredible speed Já, hann er ekkert að tvínuna við þetta Ég vil minna alla á að fyrsta stiklan úr asíska draumnum er komin inn á Vísi og ef að þú ferðin á Vísir núna og lækar fréttina og deilir þá getur unnið pizzavislu fyrir 4 og shaken pizza þú getur unnið keilu fyrir 4 og ef þú náð aldrei að það fóðið bjór með keilunni hjá King sem að vil Já, líka, mátt ekki gleyma því King sem að vil með happy hour millir 9 og 11 sem er geggjaðu tími fyrir happy hour 2 fyrir 1 af öllu á barnum þú getur fengið 3-faldan vodka í börn borgað 1, fær 2 hvernig fylgur það þau epli í mushroom það er geggjað sko og síðan er líka og pluss að King sem er vil keiri rútuna þannig að hann hólkar fólki niður í bæ ég vissi ekki, ég held að þú var að grínast með það sem ég vil var að keira rútuna sjálfur hann verður að fara að stoppa maðurinn hann er frá 11.00 hann er alltaf að ég vil þar í bæinn, þau er ekki að taxa nei, King sem ég vil með rútu Ertu að segja mig það að Sigmar Vilhjálmsson sé að keira fólk úr keiluhöttunni inn í bæ það er nákvæmlega sem hann er að gera og hann er rakin cash það fáir í Íslandi sem eiga mikið peningum á King sem ég vil núna já, ég veit það sko Þú veist allt það ekki? Já, en hann er samt Heldur að séu þetta situr heima á raskatinu? Nei, ég verð alltaf bara þreyttur á það Þegar þú ert í raskatinu í kvöld klukkan 11 upp í sófa á bumbunni hann er að keyra rútu þá Hvað ætlar að gera í því? Ég ætla að vera heima hjá mér bara og hugsa hvað ég myndi aldrei nenna að keyra rútunir í bæ Svo er það sjálfsög líka leikirnir það er United í hádeginu á morgun og svo er það Liverpool Arsenal must win fyrir Liverpool Þannig að endilega tekkiði á þessu Þetta er ekki sko Það eru Svala, hún er að detta þetta í hús þannig að við ætlum bara að henda okkur í smá auglýsingar og fyrir svo beint í spjall við Svölu Björgvins Biljardbarinn, Gullnáman Biljardbarinn, Faxafinni 12 Hætt að fitna og byrjaðu að svitna Fjarþjálfun.is Það er kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Dominos er off-menu á Food and Fun. Hægeldað lambakjöt, portobello sveppir, baconkurl, luxus bernesósa, laukur, aukaostur og svartur pipar. Prófaðu Food and Fun pizza Dominos dagana 1. til 5. mars. Dominos. Hestavörur í miklu úrvali Verslanir Líflands Veldu rétt, veldu létt Kúliakan, Suðurlandsbraut 4 Konukvöld Hvíta Riddarans föstudaginn 3. mars Sverrir Bergmann og Dóri Fjallabróðir sjá stemninguna Miðasala á tix.is
FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hældi ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við sitjum hér en drengirnir en við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið. Það fylgir henni góð lykt og góður sjarmi. Þetta hún Svala Björgvins, verður velkomin. Takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Ég segi allt rosa gott bara. Þetta í fyrsta sinn sem þú kemur í FM 95 Blö. Ég veit og ég svona megafan sko. Það gaman, en byrju þú býrðu út í LA eða ekki? Jú, en ég alveg, ég hef alveg hlusta alltaf á þetta þegar ég hérna á Íslandi, þegar ég kem hingað og svo hef ég náð að hlusta á þetta einhvern veginn í bílnum þegar maðurinn minn svona tæknikall og hann náði einhvern veginn að spila þáttinn í bílnum þegar hann var að keyra út í LA. Það er vel gert og kann að meta það. Já, og hérna það var svo gaman að mitt vera að keyra og hlusta ykkur sko. Já, takk fyrir það og gaman að fá þig þetta í heimsókn. Bara takk að fá mig sko. Já, bara takk. Já. En það er alltaf miljónir þér núna. Já. Eurovision, þetta er fyrsta sinnið ekki sem þú tekur þátt í Eurovision. Þetta er fyrsta sinn sem ég tek þátt sem sko lagahöfundur og flytjandi. Ég nefnilega tók þátt 2008 bara sem lagahöfundur. Já, byrja hann að hafa. Já, og hérna þú manst eftir því að þú varst í öðru atriði. Ég bara kemur móti hafa. Já, þú varst hérna barði samt í lagið ykkar. Mjög gott lag. Sem að var hérna hó og ég var með Wiggle fyrir Heffa sko. Er þetta þegar Friðrik Ómar pakkaði saman Egill? Já. Þetta er það á. Já. Og maður stæði hann að niðurlaði mig beint út í Já, og það var ekki líka eitthvað viðtal milli ykkar eitthvað í Kastljósi. Jú, fórum við mættust í Kastljósi eftir að hann hæst glimur í tómri tönnu. Var það ekki fræga setning? Hann reif mækinn á Ragnhildisteininu og niðurlaði okkur í beint útsendingu. Já, nákvæmlega. Hittust í Kastljósi að móti okkur öðrum þetta var mjög. En klárlega var náttúrulega lagið ykkur og lagið mitt, það var bestu lögin það árið sko. Já, svo hefur við gert meira. Já, ég verð bara að segja það. Við tókum líka Haffa með á öll gig sko. Ég menna, þetta var bara snilt. Ég get sagt það hérna, svo tökum smá út og þú var Haffa með þeim á hérna hestamannasamkomu og þeir voru grýtt af sviðinu. Það var ekki Sveppi, þú varst nú Ó nei. Já, þá var ég Hvað var þetta hestamannamótið þig? Já, þetta var hérna sem að er alltaf á Hellu. Það er bara, menn koma þarna til að sjá hesta á skeiði. Já. Þar var Haffi Haff. Haffi er nú svolítið hestalegur svona. Undir berum himni að syngja eitthvað lag. Með Messages Club. Með Messages Club að eitthvað svona að juða sér á grindverkið. Hann fór á grindverkið. Fór á grindverk og var að ég sá bara svipin á hestamönnunum bara í stígvélum skítuðir bara hvaða anskotin er að gera til. Ég hef sagt þetta árið þegar þetta hefur svona ofdjart fyrir þá sko. Já, en þetta var eitt að bara finnast þessi heyrt. Ég hef sagt árið þegar þetta. Það er þegar ég heyrði agli eftir þetta gig hjá honum af því að það voru að gigga mikið að eins og hann kallaði þetta var erfitt líf hjá honum. Þetta var að gigga. Og ég bara, hvernig gekk? Herðu, ekki nú vel, við lentum í a hostile crowd. Haffi fór á girðinguna, fór ekki vel í hestamanni. Ó, guð. En já, þetta er fyrst sem þú syngur. Þú ert ekki svona Eurovision típa eða? Nei, sko, þetta meira þess að lagið var ekki einu sinni samið fyrir söngvakeppnina. Þetta lagið, ég samdi lagið, það heitir Paper á ensku og samið á ensku. Ég samdi það fyrir árið síðan út í LA með Einari, manninu mínum og Lester Mendes og Lily Elise og við sömdum það fyrir þess að hljómsveitina mína Blissful sem er ný hljómsveit sem að ég startaði í fyrra. Lagið var samið fyrir það upprunalega sko, en svo kom maðurinn minn með þessa snildar hugmynd og sagði bara, en ef við sendum þetta lagið í söngvakeppnina og ég alveg, Einar, hvað ertu að tala skilur? Og hérna, þú veist, og ég var svona bara, þú veist, ég veit ekki, það var aldrei plan hjá mér að keppa, skilur. Nei. Og hérna, mér finnst þetta frábær keppni og bara ótrúlega skemmtileg og allt það, þú veist, það er bara, ég var ekki búin að sjá mig keppa og svo einhvern veginn fór hann bara svona að tala um þetta og við fórum að horfa, þú veist, á keppnirnar hérna heima og úti og ég var alveg, já, þetta gæti bara verið ótrúlega skemmtilegt og prófa þetta allavega einu sinni, að vera flytjandi líka og hérna, og ég sé ekkert eftir og þetta búið að vera ótrúlega gaman og lagið er að fá sko flott plattform að lifa því að þetta er svo stór keppni, ég gerði mér kannski ekki alveg grein fyrir því hvað þetta er ótrúlega stór. Þetta er gildi svona pleasure hjá öllum Íslendingum. Og þetta er huge náttúrulega út í heimi og lagið er búin að fá svakalegt support erlendis, þú veist það er í útvarpsspilun á Eurovision útvarpsstöðum ykkur starf út í heimi og lagið er ekki sem búin að keppa hérna heima sko, þannig að það er bara, þú veist, og að því að lagið er svo persónulegt lag fyrir mig, ég samdi það og það er svona mikilvægt fyrir mig þetta lag og þá finnst mér æðislegt að það sé að fá svona ótrúlega góð viðbröð og er að fá þetta support, þannig að ég sé alls ekkert eftir því að hafa ákveðið að taka þátt og hérna, og er bara núna ótrúlega spennt sko, fyrir þessu sko. Og mjög ánægð með lagið, mér finnst það geggja. Takk fyrir það. Og það er á morgun lokakeppnin? Nei, það er forkeppni, seinni forkeppni og hérna, og 100% símakostning sem ræður hvaða 3 lög fara áfram í lokakeppnina 11. mars í Laugardalshöllina. Já, hún er 11. mars. Já. Þannig að þú ert að fara að vera hérna heima á Íslandi þangað til ef að
Já, ef ég kemst áfram þá ég bara til 11. og hérna og keppi þar. Allir syngja á íslensku í forkeppnunum. Ég að fara að syngja á íslensku á morgun og lagið heitir... Það krafa að þú syngjar á íslensku. Já, þetta reglur sko að allir þurfa að taka upp lagið á ensku og íslensku og ég sem tónlistina mín ekki á íslensku þannig ég fekk Stefán Hilmarsson til að semja íslenska textan og ég var mjög ánægð með... Það ágætið sambund í kringu þig, svona tónlistalega. Já, það er ágætt sko. Það bara pappi og bróðir og svo bara ég hringi bara í steppin en henda íslensku texta á þetta. Bara með Síkó í LA. Ég var svolítið svo Steffi, þú verður að hérna koma inn og redda mér aðeins og hjálpa mér. En í lokakeppninni næstu helgi, er þetta þá á ensku? Já, þá syngja allir, þú mátt syngja á íslensku. Það mátt ráða. Já, en ég náttúrulega mun syngja það á ensku vegna þess að ef að lagið verður valið til að fara út og náttúrulega syngi þá á ensku vegna þess að mjög fáir skilja íslensku, þetta fallega mál. Þannig að auðvitað vil ég syngja það á ensku svo að fólk skilji bara message behind it og þú veist og bara hvað ég að syngja sko. Við ætlum að spila lagið hérna núna á ensku en ég ætla ekki að sleppa þér alveg Svala því að við ætlum að henda þér í hraðaspurningar hérna smá. Við skulum fá að heyra lagið Paper. You're under the water trying to pull me under. I reach for you. I reach for you. Paper með Sölu Björgvins og það vil svo skemmtilega til að hún hérna ennþá hjá okkur áður fyrir mér hraðaspurningar, Svala. Og langar mig að spyrja þig, þetta er kannski spurning sem þú fengið bara í öllum viðtölum og eitthvað svona, en ég hef ekki spurt þig, ég held ég aldrei fengið í spjall, jú, komst einhvern veginn í 70 mínútur? Já, ég kom á trátt egg. Alveg rétt. Já, og ég kom í 70 mínútur þegar voruð í Pop TV, sko, fyrir löngu síðan og líka í þáttumastu þegar ég var... Svo söngstu jólalagið? Já, sem ég var að segjast að ég myndi verið kraftgal og pissa á mig, mástu. Það er hárrétt. Við hættum við það. Sé mjög eftir því, en það er mjög skemmtilegt. Það er gaman að eiga í dag. En hvernig var hérna, nú voru það hérna alveg upp á svo miklu bara tónlistar fjölskyldu. Já. Hvernig var að eiga pappa sem var bara stærsta popstjarn Íslands? Sko... Varst það montaði, að fór það í töðuna? Ég gerði mér ekkert grein fyrir því þegar ég var sko lítil, en ég held ég hafi verið svona 8-9 ára þegar ég fattaði að hann væri ósla frægur því þið fór 7. júní þá var hann að syngja og allir að horfa á pappa minn þannig þá var ég alveg, wow, byrju pappi upp á sviði allir þekki hann, þetta get weird en ég fann samt vola lítið fyrir því, pappi minn bara svo mikið bara á hlýrabólunum með bjórinn skilur heima þannig að þú veist, hann er ekkert, hann er bara pappi heima þú veist, og er ekkert við og svona skilur þannig að það er ekki bóhal skiluru gríman sem hann setur upp sem að hann er ekki heima með frasana. Jú, reyndar er hann með frasana alltaf, þú veist, og segir off-sein og allt þetta, skilur hann er með frasana þar, en hann er samt náttúrulega bara pappi heima og er þá svona, getur verið stundum rosa pirraður og þá er maður alveg, pappi, please, og eitthvað þannig að hann er bara venjulegur pappi heima þannig ég hef aldrei einhvern veginn fattað það var ekkert að baka það er ekkert fyrir, svo þegar við erum að spila saman þá finn ég á, hann er koni Björgvin Halldórsson gírinn, þá fer hann í Bó Halldórsson búningum sem að flest allir þekkja sem er karakter svolítið. Já, en er mjög skemmtilega karakter. Já, það er eins og börni mín, þau koma stundum með mér þegar þeir skemmta og þá krakkar að spila spurningu og ég sé stundum sonn minn út í sal, hann er 5 ára þá réttir hann upp hönd og segir Sveppi, hvað er hérna? Og kallar hann alltaf Sveppi svo kallar hann mig pappi heima. Algjör hann lýsir þessu þannig að hann fer svona mitt í búning Bó Halldórsson búning og svo þegar hann er búinn þá hengir hann upp í skáp og hangir þar svona, þú veist. Þú ert alltaf einsöpi. Þú fer ekki í búning og ert alltaf saman með villising. Já, það er svona að vita krakkarnir ekkert hvernig þau að tækla mér. Þú veit ekkert hvort ég er Sveppi, pappi, Sverri eða eitthvað, bara allt í rugg, en þau eru allt í ruggli krakkarnir. Já. En við viljum henda í hraðaspurningar og svo förum við aðeins yfir. Þetta, þú þekkir reglu, þú ert að hreinsa bara hugan og segja það fyrst að sitt eftir huga, þannig að þú getur ekkert svara rétt og ekkert vittlust. Ok, tilbúin? Búin að hreinsa? Ok. Uppáhaldsmatur? Induskur. Besta bíómynd allra tíma? Blade Runner. Uppáhaldshljómsveit? Sigamólinir. Bó eða Bubbi? Bó. Hvað drekkur á djamminu? Kók. Í hverju sefuru? Náttfötum. Bestu sjónvarpsþættir allra tíma? The Walking Dead. Hvort myndur þú frekar sofa hjá hrút og engin fréttir að því eða ekki sofa hjá hrút og allir halda á að hafa gert það? Ekki sofa hjá hrút og engin, já, þetta er setna. Og allir halda á að hafa gert það? Já. What? Besti skyndibitinn? Hamburgeri. Hvað fyrir mest í taugarnar þér? Neikvæðni. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýri myndur þú sofa hjá?
Kanínu. Hörðu, ok. Það fyrir við Ég hef aldrei heyrt neitt svona snöggan að svara og vera svona tipp-topp. Ég kann að meta, það var bara búið að hreinsa hugan og það var farið. Þetta er svo laser, sko. Já, til í þetta. Kókademmin drekkur ekki áfengi? Nei, ég drekk ekki. Ok, hætti aldrei drukki? Drakk alveg svo svein þegar ég var í menntaskóla. Já, ok. Nei, ég drakk og var svona, maður prófaði hluti og svona í menntaskóla. Ég svo bara hætti þessu þegar ég var, ég ákvað þegar á 20-ámælinu mínu og það var svona í senasta skipti sem ég fór á okkur skrall. Þannig að þú ert ekkert eitthvað að skrapa botnin, búin að æla og einhverju 8 gæjar búin að sofa hjá þér og þú ert að koma heim. Ég get alveg sagt að ég byrjaði að drekka alveg 13 ára og var alveg að prófa allt og alveg mikið vesen á mig þegar ég var úlingur, sko. En svo var ég 20 og þá bara ákvað ég að þetta er ekki alveg fyrir mig. Vel gert. En ég er alveg hreinskilin það, prófaði eiturlyf og allt það þegar ég var í menntaskóla. Það var bara, ég er náttúrulega 90s rave-kynslóðin, skilur. Þannig að maður þurfti náttúrulega að vera cool, skilur. Prófa hluti, skilur. Ég gleymd að spyrja, áttu þér uppáhaldslið í enska boltan? Nei, ég veit ekki eins og hver keppir í því. Nei, ok. Ég veit ekki eins og hvað heitir. Bara, Brighton eða eitthvað. Já, Brighton. Það er mjög vel gert. Blade Runner, það var snögg að svara því. Herðu, ég skal nú bara sína þér, uglan og Blade Runner og hesturinn og Blade Runner. Já, hún er þess að sína tattu núna. Hardcore fan hérna, sko, ég tattúveraði á mitt hluti og Blade Runner. En hvað hérna, er ekki komað Blade Runner 2 núna? Jú. Og ertu spennt fyrir því? Ég er spennt. Eða er þetta ekki, að því að sumum finnst þetta að vera svona. Nei, ég er að bilast yfir þessu, bara, þú veist, að þetta er framhald, þetta er ekki endurgerð. Geggjaður trailer, sko. Þannig að þetta er framhald, sko, og ég meina Deckard mætir þarna, þú veist, Harrison Ford, sko, hann er að fara að koma sem gamall Deckard, sko, í Blade Runner, þetta er framhald, sko. En þú hefur nú byrjað í LA og svona hefur þú aldrei hitt Harrison Ford? Aldrei hitt hann, ég sé Ryan Gosling mörgum sinnum. Hann reynir alltaf við mig, skilur. Steindi sagði okkur hérna einhver vinur hans hafði hitt hann á Íslandi og sagt hann væri myndarlegur í persónu heldur en sjónvarpinu. Getur þú staðfest það? Sjúklega fallur, hann hávaxinn, smart, bara, já, hann er mjög, hann er alveg, já, ég minnst hann ógstlega. Þetta var eitthvað ágætt spurning að seppa, búandi svona í LA, er það hitta mikið á svona þekktu liður? Já, maður er bara svo vanur svo að þetta er, þú veist, maður fer að færa sér kaffi og þá er Jack Gyllenhaal við hliðina á mér og þú veist, hérna, John Travolta, þú veist, hann á sér vatnið eitthvað. Sveppi, hvernig ég er, Sveppi var alltaf að senda mig snöpp þegar hann sá Randy Jackson. Já, sko, veistu hvað, þetta er algjör skellur, ég bjó í LA og ég fór á, hérna, Chateau Marmont kastalan. Já, fórst á Chateau Marmont. Fór stundu þanga í lunch. Það er aðeins, þetta er líka aðeins klúppur þar. Geðveikt. Sem að við DJ-að á mjög oft. Já, ok, ég fór þarna og það var oft svona, einhverju svona semifrægi sem ég vissi ekki alveg hver var. Ég fór þarna 3 sinnum og Randy Jackson var alltaf þar. Vá. Það er einn frægi kallinn sem ég sá í hérna. Það var Randy Jackson. Random, sko. Við sáum til dæmis, við vorum að keyra það og Steve Martin mitt fyrir aftan okkur í bíl og hann bóra svo mikið nefið á sér og áta. Nei, djöðs ég er ekki að djóka. Steve Martin, maður. Og við vorum bara að horfa í baksminu, hann bara nei, hann er, he's going in. Hann bara fór inn og bara var að digging. Og upp í muninu á sér. Við bara, þú ert Steve Martin, það veit allir hver þú ert. Þú mátt ekki borða hór. Nei. Gerðu það heima hjá þér. Já. Dragðu fyrir og gættu hór þar, haugur þér. Ég væri hræðilegur. Ég var í LA í 2 daga og ég heiti Colin Farrell. Það er alveg. Þú varst í ár. Jó, ég sá einhverja fleiri. Ég sá hérna Jónas. Jonas Brothers. Já. Jónas. Er þú þessi Jónas? Þeir eru alveg 4, sko. Það er Nick Jonas, Brian Jonas. Nick Jonas, já. En það er mjög fyndið, ég er nefnilega hræðuleg þegar ég hitt svona lið, þá bara, ég verða að fara upp að þeim og segja bara að huge fan, þó ég sé ekki að huge fan. Já. Og eitt dæmi var með Randy Jackson, þá sátum við hérna á hóteli og vorum að hitta Sveppa og vorum að fara hérna í ferðalag, ég og Eiður sittum á hóteli og hann kemur labbandi framhjá. Randy Jackson? Já, og mér brá svo, hann labbaði bara svona, bara hné við mig til að komast í hinn sætin. Ég bara, Randy Jackson, huge fan. Eiður bara, hvað er þetta að gera? Þetta var svona, já, svona bara, hérna, vomit. Já, ég bara, ég varð að segja þetta. Ég er að segja huge fan við alla sem er þekktir. En Svala Björgvins, hrikalega gaman að fá þig hérna í settið og í spjall. Gangi er æðislega vel. Já, ég held með henn á morgun, sko. Já, við stiðum þig. Ekki, hvað heitir hinn sem að við erum svona líklegastu til að vinna? Sko, þetta verður þannig að efstu 2 lögin úrslitakvöldinu verður Svala og Aron Hannes. Já, á morgun fer sérst Svala
áfram, Aron Brink og líklega Páll Rósinkrans og Kristín. Þetta voru þessi 3 lög sem var áfram á morgun. Vá, þú ert með þetta hreinu bara. Og þetta, ég sko... En ég ætla að segja eitt, það verða, sko, það 100% símakostning. Þannig að þýðir ekki vera bara, ég elska þetta lag og svo ekki kjósa. Nei, ég held með þess og ég mun kjósa. Það þarf að taka og kjósa því að þá kemst lagið áfram. Það er ekki bara, ég elska lagið og svo kýst ekki. Nei, ég veit það þarf að kjósa. Þetta er bara, ég hefur gæst að fólk hugsa hún fer pottet áfram, þannig ég ætla að kjósa Palla. Hafðu engar áhyggjur, ég er búin að horfa á American Idol í 14 ár og ég veit ekki hvað ég oft heyrt Ryan Seacrest segja, það er ekki nóg að halda með laginu, þú ert að kjósa þitt upp á slag. Þetta er nákvæmlega skilabóðin sem ég er að segja. En hvert fara tekjurnar fyrir þessu SMS? Svala, takk kærlega fyrir komuna og gangi yfir. Takk æðislega. Að það er að koma að stöðulag þá reynur að tegja lopan. Ég er að lækka í laginu. Ok. Þeir að hlusta hér á F95 blöð, við þökkum Svölu Björgvins kellaði fyrir komuna. Allsins besta í keppa á morgun Eurovision, já, að gera kjósana og aftur nættuhelgi. Ég vil líka minna á að þú ert að fara núna inn á Vísi, finna þar greininu og nýja trailerin á Asíska draumnum og ef þá gerir like og deilir þá getur unnið pizzavislu fyrir 4 hjá Shaken Pizza, þú getur unnið keilu fyrir 4 og bjór eða út komið aldur. Þannig að það er veisla fyrir þann sem verður dregin út. En núna erum við að fara í hvað eil stöðlagið. Já. Fyndu trailerinn. Af hverju trailer líka? Ég er búin að gefa leyfi á. Út af því að það er trailer í þessum dagskólið og ég bjóð hann til, þetta er tímið það. Og settur á. Það er svo langt sinna á stöðlagi, ég er ekki eins og vissum að við eigum trailer. Þá pær Ríkard Óskar Guðnason harðort meir. Já, það er ekki það bara, er það ekki það? Ég er að leita þig. Shit. Ég er að Sko, settu á það headphone-in, Mushroom, því að þetta lag, ég held að þetta munir elska þetta. Ok, veistu það En máli er eitt hérna með lagið. Það var ekki bara trailer push here, var það það? Nei, fólk, bara, þá verður bara að gleyma til. It is time. He is the most respected DJ of all time. Are you guys ready? Eittina sér þar að koma framfari. Hvað? Út af því í þessu lagi rosalega reglur alltaf Nei, út af því að í þessu lagi er saga gangandi og við þurfum að heyra söguna til þess að lagið make sense. Þannig ef þið eru konstantli bladrandi yfir söguna þá kemst þetta ekki til skila. Þannig að þegar til að lesa svolítið yfir þessum lögum, þetta er frábært lag, byrjaði á 0.32, ég var að senda það link og síðan segi ég bara ítu bara play og halla þetta sé sett lagi Judgment Day. Hvaða, er þetta eitthvað svona epilutónlist? Nei, epilutónlist. Það er all tónlist, hann skilir sér epilutónlist. Og sér segi ég bara play og hallar aftur í stólum og slaka á. Computers are taking over the world. Góður, þetta er sagan. Þetta er sagan, það er fyrsta sögur. Þetta er ekki lag.